Ég fyrir orðinn sattur á hann ég borða. Það er hlut. Vá. Hvað? Fyrirgefðu frönskuna en shit hvað er þessu... Taka... Veit ekki. 7, 8 held ég. 8. Gleðilegan fimmtudag. Þessi uppskrift sem mig langar að gera fyrir ykkur í kvöld hefur mig lengi langað að gera. Það er að búa til rifið lamb í taco. Það sem ég ætla að byrja á er að henda inn öllu sem ég ætla að nota í... Ég ætla bara að byrja strax það. Gular baunir með meiri maísbaunir. Rauðlaukur, chili, granatepli, avokado, meiri chili eða jalapeno, baunaspírur, salt, lime, safi úr þessu, hvítlaukur, kál, pomegranate, safi, hunang, kóríander, broddkúmen eða kummin, svartur pipar, oregano, Sichuan pipar, kanill, cayenne. Herði já, og svo náttúrulega bara aðalatriðið en frampartur, eða öxl af lambi. Það er búið að krydda þetta. Kristinn í gær gerði það. Ég ætla að kynna hann til leiks á eftir. Ofninn er orðinn heitur. Hann í 150 gráðum. Ég ætla að setja álpappír yfir þetta og skella þessu inn í ofn. Inn í ofn. Nú er allt drasli. Að senda boltan yfir í gærkvöldi Kristinn. Hann ætlar að útskýra hvernig hann kryddaði lambið. Sjáumst eftir smá. Þakka þér fyrir Kristinn á morgun. Þannig að ég ætla bara að byrja á þessu. Ég ætla að byrja á því að taka petzl and mortelin, svörtum pipar, smá kanill, oregano, Sichuan pipar. Þetta er eitthvað sem ég hélt að væri ekki til á Íslandi, en svo er bara príma fyrirtæki og er með, Sichuan pipar. Smá af því. Mjög skemmtilegt krydd. Svo erum við með cayenne pipar, smá hita, broddkúmen, svo smá salt. Byrjum á því að berja þetta til. Skellum þessu heill lime sem fyrir í þetta. Skera hérna smá af berkinum, því að það er hellingsbragð í því líka. Látum þetta duga. Næst ætla ég að setja smá hvítlauk. Hvítlaukur og lamb eru líka besti vinir. Jónas, mér er alveg saman hvað það segir. Hvítlaukur og lamb eru bestu vinir. Skilja þessu hérna ofan í. Sko, svo er náttúrulega líka hægt að nota matvinnsluvél. En ég bara á ekki svoleiðis, eins og staðan er. Þannig að ef það er eitthvað fyrirtæki þarna úti sem vantar einhverja auglýsingu, þá má hafa samband við mig. Nei, þá er þetta orðið svona mjög vellyktandi peisti. Það er sem sagt frampartur. Maka maður þessu bara á. Og skýra svona í kjötið. En allavega, geymum þetta auðvitað í ísskáp. Setjum eitthvað yfir þetta, inn í ísskáp. 24 tímar. Það er gott. 12 tímar. Þokkalegt. Ég ætla að gera 12 tíma. Ég sendi boltan yfir á morgun Kristinn. Sjáumst. Þakka þér fyrir þetta Kristinn. Nú er náttúrulega bara allt komið inn í ofn og við ætlum bara, þó að sé langt í þetta, þá ætlum ég að byrja bara að gera hérna guacamole. Þá
ætlaði ég að fara að búa til pönnukökurnar. Þetta er mjög fínt malað maíshveiti. Og í rauninni fer bara pínlítið af salti, pínlítið af vatni. Já, það er rosa bara svona maíslykt af þessu. Þetta er spennandi. Skellu ögn af salti líka. Ég las einhvers staðar. Þetta á að vera svona eins og cookie dough. Við viljum ekki hafa þær of þurrar, því að þá krakka þær. Við þekkir kinetic sand. Það er svolítið þannig stemning. Ég ætla að pröfa þetta. Svo er ég með pott og handklæði. Þegar hver tortilla er tilbúin, setja í, loka fyrir þær. Loka svo pottinum því að þetta þarf að gufusjóða síðan eftir á. Fyrir við þennan. Svo er ég með svona. Þetta er svona akkurat þetta sem ég er að gera. Tökum við eina svona golfkúlu. Skellum við í miðjuna. Plast ofan á. Svo lokum við og svo þrýstum við Bara svona létt. Sem bara pilla með þetta af. Og þetta fer á þurra pönnu. Þú þurfum að bíða eftir að þetta þorni eða virðist vera að þetta hafi þornað svona á edginu og þá snýr maður við. Nú veit ég ekkert hvað ég er að gera. Jú, þetta þýðir ábyggilega að þetta hafi verið of þurrt hjá mér, deigið. Ef þið eru matarpervertar, þá myndi ég reyna að gera þetta heima. Þetta er fyrst skipti sem ég gera þetta heima og þetta er allt annað líf. En nú er komið tíma á það að hella safanum af kjötinu yfir í hérna. Ég ætla bara að gera það þarna með. Mjúkum og fínum lauk. Þið kannski vilji sjá þetta svona eins og þetta er núna. Þá lítur þetta svona út. Fer hann bara aftur inn í ofn og núna opinn. Þannig á 200 gráður í svona 30 mínútur. Á háan hita. Og þetta þarf bara að bubla á fullu ásamt smá hunang. Þetta hunang fengum við René á Ítalíu. Sérstaklega en þetta er bara eitthvað sem við áttum og þið getur notað hvað sem er í rauninni. Cirka ein svona sleif. Kannski 1,5. Og meðan þetta er að ná á suðunni, þá er ég að spá í að skera niður hvítkálið, örþund og nýta djúsin af þessu sem er náttúrulega bara vinegar og eitthvað svona skemmtilegheit sko. Og nota það til þess að mýkja þessu upp og ég ætla að setja smá rauðlauk með. Gera það alveg örsmátt sömuleiðis. Þetta er bara alveg svona, ekki neitt sko. Læt þetta duga. Hendur það. Salt. Svo ætla ég að hella bara djúsnum út á. Núna verður þetta bara súrt og gott. Ég þarf að bíða eftir að hálftími líði á ofninum og þessi gaur sé orðinn bara svona klístraður og flottur. Þá helli ég þessu yfir lambið og læt held áfram að elda í svona klukktíma. Nú er þetta að gerast. Þetta er alveg að verða bara svona sírópkenndu. Við tökum þetta sett og við hellum þessu yfir lambið.
Sjáu hvernig þetta lítur út núna. Þetta svona fallegt með. Þetta alveg að fara að hrynja af beinunum sko. Ég ætla að eiga smá eftir fyrir seinnipartinn af þessu. Skellum þessu inn 220 gráður og það sem ég ætla að gera núna er bara að hafa hita ofan. Núna er komið að kjörnunni, það er kornið. Þegar þið sjóðu svona gulabjörn á aldrei að setja vatn í potinn. Nei, þá aldrei að setja salt í potninu. Við erum bara eftir að suðan komið hér og meðan, það er að gerast, skera hérna þennan ofinn, þetta verður hérna smá skraut. Besta leiðin er bara að flengja. Hvað er gott við gular baunir? Corn on the cob, eða bara hérna, gular baunir. Það eru víst mjög ríkar í vítamín C sem náttúrulega kemur í veg fyrir kvef og ýmislegt svoleiðis. En svo er rosa mikið magnesíum gulum baunum sem er rosa gott fyrir vöðvana til þess að slaka á eftir vinnuna. Það er gott að fá sér naga eitt svona og þá svona slaknar aðeins á vöðvunum af því að hérna magnesíum er víst voða gott fyrir vöðvana. Það er lítið hrikalega vel út sko. Kjötið má fara út núna. Ég ætla að rífa það í mig. Ég held að þetta er líka alveg nú. Ég þessa pönnu á. Svona er þetta. Er þetta ekki fallegt? Svo þetta voru eftir að hrynja hérna af beinunum. Sjáu þetta? Þetta á eftir að vera unanslega gott sko. Beinið er alveg hérna tandurhreint. Hvernig ætli þetta smakkist maður? Það er hrikalega gott. Vá, þetta er gott að vera í eldhúsinu. Ég á ekki til auðvitað ekki orð sko. Það er alveg komið litur á þetta. Þá getum við bara að fara að setja þetta saman. Hnífinn. Skerum svo hérna. Skellum smá kjöti. Smá baunum. Svo er optional að setja ykkur á hot sauce. Til dæmis getið þið klikkað hérna og þá getið þið fundið bara hot sauce-una mína en ég ætla ekki að hafa hann inn á hot sauce. Ég er að gleyma þessu. Hvað er þetta kvöldmaturinn? Kannski sjá hann ekki. Hvað er þetta kvöldmaturinn? Á ég ekki að smaka þetta? Maður finnur alveg muninn á heimagerði tortillu eins og flest annað. Heimagerða er bara betra. Hugmyndi eitthvað ofan á. Jafnvel bara tabasco. Bú, bú, bú. En Jesús Kristur. Þetta er gott. Ég held að þetta sé það besta sem ég hef gert í þessum þætti. Það er margt gott. Fiskur og franskar með husi, kinnarnar, gírosið, margt annað. Ég held að þetta er topp alls saman, þetta er alveg sko. Vá, takk fyrir þolinmæðina að horfa á þetta og þetta bull í mér. En hérna, vá, þetta er gott. Og við sjáumst bara í næstu viku. Vá, þess að ef þið eru að horfa á hana þátt á sjónvarpi Símans, þá bara verða ykkur á góðu og hérna, en ef þið eru að horfa bara á Facebook, þá bara endilega likeið, deilið og shareið. Því að það hjálpar svo mikið. Það verður yndislegt. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig. Ég held ég sem eitthvað fast hérna. Ég hef eitthvað fast hérna. Þetta.
En já, takk fyrir og sjáum síðar. Bara